kannski rétt að nefna það í lögunum sérstaklega fjallað tíð umskipti eins og við kallum það og fulltrúar megi mest sitja 2 kjörtímabil samkvæmt reglunum sem við leggjum til. Þannig að það tekið á því að menn sé ekki að sitja einu sinni 12 ár, þeir sitja 8 ár í mesta. En með trúnaði eða? Já, mér finnst það góð pæling sko, jafnvel að skjóta því inn sko, af því að í vandamálið sem við stóðum frammi fyrir að þetta bara í lögum flokksins, að þeim beri að fara eftir samþykktum flokksins, en það ekkert sko, lagarammin verndar í raun og veru þingmenn sko. Þeir bara bundnir eigin samvisku, samkvæmt stjórnarskránni. En tillagana niður í stjórnarskrá? Já, ég man ekki hvernig það Það eiginlega að taka það fram að þetta megi ekki. Geir alltaf að fletta upp, en já, það ekki lögkummit allavega varðandi flokkakjörna sko, að þessi þá allavega ekki varið lagalega sér. En þetta samt verður alltaf ákveðið vandamál með svo þú myndir brjóta trúnaðarregluna og þá þið bundnir, eða varðir lögum fyrir því að vera ekki reknir sko. Í dag? Já, í dag, eins og ég skal bara svara þessu. Það engin embætti í raun og veru sem hafa meiri valdheldur en önnur, þannig að þú ert alltaf sko, félagsfundir bara þeir sem mæta ráða. Þannig að þú sko, vandamálið frekar einhver stormifundi eða þess að þú smali eða þannig, en það í raun og veru ekki vandamál í flokksstarfi sem þessu af því að félagsfundin bara alltaf í gangi yfir allt árið. Þannig að þú veist, ef það gerist einhver fundur í stormaður, þá bara haldinn annar en einhver tíma og þá bara það leiðrétt skilur ef það raun og veru eitthvað svona andstætt því sem að gerast í flokknum. Þú veist, segjum svo frjálshyggjufélagið tæki brandarinn á þetta og smala og heyrðu, maður leggja niður ríkið, að þú veist, þá bara haldinn fundur eftir 2 vikur og það heimildir ef maður rétt til þess að segja, heyrðu, við teljum þess að tillögu ganga gegn stefnu flokksins sem tekur ekki gildi fyrir að loknum öðrum fundi í flokknum. Þannig að til að koma í veg fyrir stormurinn við með ákveðna penningu í því. Við með sko slembivalið hluti af því að hleypa öllum röddum upp á yfirborðið. Slembivalið gera það verkum að þeir hópar með sko munu veljast sem að því þetta alveg rétt hjá það ákveðna hópar og kannski sérstaklega þeir sem eru mælskir eða eiga öll með að þú veist, svona vera í fundarforminu ná frekar fram að ganga. En slembivalið leiðréttar að vissu leyti fyrir það. Þess vegna við með slembival í val á fulltrúum, í val í nefndum og þess háttar. Síðan langaði mér líka að nefna annað atriði sem náttúrulega konsensusaðferðin. Við gerum ráð fyrir að nota alveg niður í sko merkin og allt. Konsensus, fyrir þá sem þekki ekki þá konsensus alveg svona bara fastmóta fyrirbæri. Það sem að fólk getur meira að segja bara stoppa af, einn maður getur bara stoppa af þetta svo gegn minni samvisku, ég bara stoppa málið af og þá náttúrulega bara frekar umræðu málið. Þannig að veist, það möguleiki fyrir lítið minnihluta að hann verði ekki tekinn og bakaður. Þannig að og síðan varðandi sko að safnist ekki á hendur og fárra þá við náttúrulega með tíð umskipti. Þú mátt bara sitja þetta lengi í framkvæmdastjórn. Það minni hömlur fyrir út á landi. Það bara praktískum ástæðan að ég held að það sé erfitt að skipta í framkvæmdastjórn út á landi á 4 ára fresti sko. Þú þarft að lega fólki kannski hugsanlega að sitja aðeins lengur. Við erum með nokkrar leiðir. Ég ætla að byrja á bara þessum beinu gegn sko að því að þú nefnir sko svona prófkjörsvandann. Það að þú ekki setja ausa pening í prófkjör eða þess háttar. Það sérstakt ákvæði hjá okkur bara það að það sé óheimilt að verja fjármunum umfram X í kosningabaráttu. Og að þessi framkvæmdastjórninni ber skylda til þess að gæta jafnræðis gagnvart öllum frambjóðendum í forvali sem þá persónukjörnir og upplýsingar og svo framvegis segir bara að vera jafnar fyrir hvern og einn og þeim óheimilt að vera að auglýsa þessu umfram einhverju aðra og hann þá bara kærður til úrskurðarnefndar sem ef hún fær gögnum það að hann eitt meira heldur en leyfilegt samkvæmt lögunum bara felldur út, hann bara ekki með í. En ég ætlaði að klára með sko, ég held að sjá hvað vandamáli því þessa heimild af því að þú getur, ef þú ert með heimild fyrir að henda mann út þá þarf að vera með svolítið ítalegt ferli það því að það hætti alveg einhver stormi bara, mér líkar illa við hann, það safnar mér og öllum vinum mínum og það bara henda honum út. Hún fyrir hendin og þarf að vera með ítalegt ferli, en það alveg, það má alveg hugsa sér það sko. En hitt sem ég ætlaði að nefna sem kemur á móti þessu, að því að þetta alveg rétt hjá þér, þetta ákveðið vandamál við persónukjör. Og ekki bara í prófkjör innan stjórnmálaflokks, þetta líka sem verður í vandamál að því að nú virðist mér að það fari í stjórnarskrá, þó það fari ekki núna, það mjög brálegt að fari í stjórnarskrá í Íslandi, að hér verði heimila persónukjör. Og þá stöndum við frammi fyrir þeim vanda að persónukjör gagnast betur þeim sem eru ríkir og frægir, svo segjum það bara beint. Og það bara innbyggt vandamál við persónukjör yfir höfuð. Þess vegna leggur aldarleika til og meðvitað að það eru gallar við persónukjör, það ekki fullkomið, það ófullkomið. Þá leggjum við til að slembival koma á móti, þannig að það ekki allir fulltrúar flokksins valdir með persónukjöri, heldur hlutaði með valum í slembivali.
þá þetta vandamál ekki til staðar lengur. Þannig að helmingur fulltrúa flokksins alltaf slæmbjóðar. Þannig að þú ert komið með ákveðna lausn í gegnum svara þessu bara strax. Það segist, já, viltu við vera með seinni hluta? Sem sagt að hugsun sem ég að líka ef það einstaklingur inni í félaginu sem hefur ekki áhuga á trúnaðarstörfum, hann vill samt vinna í grasrótinni. Svarið nei, sko, þannig að þú þarft í raun og veru ekki seinni hluta. Nei, eins og þetta er stilt upp að þá þegar þú skráir þig, þá gert ráð fyrir að vilja vera með. Og þú getur síðan sagt þig frá því. Það er reglan. Og ástæðan fyrir við ræddum þetta svolítið og fórum yfir svolítið vangaveltur þetta. Ástæðan fyrir við förum þessa leiði svo og dæmið sem frægasta dæmið eru líffæragjafir. Í mörgum löndum það þannig að þegar þú farið ökuskírteini að þá á blaðinu hjá þér möguleiki á því að gefa líffæri. Þú þarft að haka í, það er að segja já ég vil gefa líffæri. Í þeim löndum sem það fyrirkomulag að það einhvers veginn kring 15% sem gefa líffæri. Í þeim löndum það sem gefið fyrirfram að þú munir gefa líffæri, þú getur sagt þig frá því, þar gefa yfir 80% líffæri. Þannig að þetta heitir opt-in og opt-out og þess vegna völdum við opt-out, þannig að öllum mögulegt að segja sér frá því, en það samt gert ráð fyrir fyrirfram að þú sért með. Á Íslandi þekkjum við þetta með íslenska erfðagreiningu, það er gert ráð fyrir að allir væri með, en fólk getur sagt sér frá því. Þannig við notum þá aðferð. Þannig að það er engin í raun og veru neyddur til þess, að fólk getur sagt sér frá því, en það er gert ráð fyrir allir sem skráir sig með. Og ástæðan fyrir við viljum að séu sem flestum meðal annars að rannsóknir sýna þeir sem við viljum helst vera námi stembjóðarinu, hópar sem eiga erfitt uppdráttur í persónukjöri, náttúrulega líklegri til þess að þora ekki og þess áttur, sko. Þannig að það er svona, við reynum að leggja áherslu á það að sem flesti séu með í pottinu, sko. Hverjir eru ókostirnir við þetta stembjóðar? Hafið þið listaðið það? Já, þeir eru á fáir, sko. Sko það er rannsóknir við, þetta hefur við tökum frægasta dæmið þá var þetta reynt í Bresku Kólumbíu fyrir ekki svo löngu. Það sem var valið ekkert ólíkt okkar stjórnlagaráði, 160 manna slembivalsráð til þess að fjalla kosningalöggjöf. Allar rannsóknir á því sýna bara að störf þeirra hafi verið mjög málefnaleg og þau unnu bara heiðarlega og vel og þess aftur og það kom ekki upp nein stórkostleg vandamál á því. En svona almennt á slembivalinu að ef þú ert með mjög lítið úrtak að þá náttúrulega getur verið einhver hætt á því þú fáir svolítið skekkta mynd. Sko, ef þú ert ekki minnur í jöfnum, sko, getur þú fengið bara kalla, getur fengið bara ríka kalla, getur fengið einhvers konar skekkju í myndinni, sko. En til lengri tíma þá leysast allar þessar skekkjur, sko, þannig að það er ekkert stór vandamál og meðaltali eftir alltaf að fá einhvers konar normalkurvu í því. En ég hef ekki séð mikið rannsóknir sem sýna fram á að það sé einhvers svona stórkostleg hætta sem fylgir því, sko. Rannsóknir sýna eins og hann nefndi hana að jafnaði eru þeir líklegri til þess að hafa heildarhagsmuni að leiðarljósi. Já, en þetta er akkurat, sko, þetta er ágætt að koma inn á punkt, því að oft misskilningurinn á því, sko, slembivalsfulltrúar eru mjög góðir í því, ólíkt flokkakjörnum, að leita sér bestu ráðgjafar. Þeir eru mjög góðir í því að segja, ég var valinn til að sko gæta heildarhagsmuna og í því felst augljóslega ég fer og spyr þá sem að hafa mest vita á hlutunum og kynni sig málið og kjörnum. En ekki með, en flokkakjörnir eru einmitt alveg öfugt. Þeir svona yfirleitt bara, ég er alveg með þetta hreinu, ég er bara klára. Ég er alveg sammála fyrir prinsipinu held ég að almenningur er betri fulltrúi almennings. Akkurat. Vandamál er ekki þekking. Vandamálið er að vinna að hag almennings. Akkurat. Það vandar. Akkurat. Og það er engin vandi sem fólk eru orðið miklu menntari en áður var. Það þarf ekki að óttast að almenningur sé svona söðsvaðspur eins og hann talar með það hérna og hafi ekki vit á neinu. Það eru einhverja gáfumenn til að stjórna okkur. Nákvæmlega. Nú er sem sagt hvað, 30% með háskólapróf og 50% með stúdentspróf og svo framvegis og svo geta menn sjálfmyndaðir þar að ekki. Þannig að ég er búinn að upplifa þetta þannig að vandamálið er alltaf spilling. Akkurat. Það er þetta hérna að þóknast hérna vinum sínum, familíinni og eitthvað svoleiðis. Og þetta er það lítið samfélag, 310-15.000 manns og við þekkjum þetta allt meira og meira, við erum meira hver undan öðrum og svo framvegis. Þannig að hvað er að óttast? Það er að óttast að lýðræðið komist á og sérhagsmunarpotið og klíkurnar og ruglið og vitleysan fara út. Nákvæmlega.